Komið sæl og blessuð. Gestur okkar að þessu sinni Dr. Margrét Gísladóttir. Dr. Margrét sérfræðingur í geðhjúkrun og fjölskyldufræðingur. Hún vinnur í Domus Mentis geðheilsustöð og býður þar upp á meðferð fyrir fjölskyldur ungs fólks með geðrænan vanda og einnig býður hún upp á hjónameðferð. Margrét meðlimur andlegs svæðisráðs Baha í Reykjavík. Gjörðu svo vel, Margrét. Takk fyrir það. Ég ætla að fjalla í rauninni það sem að ungt fólk stendur frammi fyrir. Það eru nýjar áskoranir. Það svo margt sem í gangi í dag sem var ekki fyrir bara horfum tilbaka 20-30 ár. Og ég með svolítið að rannsóknum sem sýna stöðu ungs fólks og það síðan vangavelta hver ástæðan Og þá ég að tala svona erfiðleika sem ungt fólk glímir við. En það sem ég ætla að byrja á þarna svona stöðun á heiminum í dag, vitna í Bahá'u'lláh sem að skýrir það mjög vel út og svo hver staða ungs fólks svona andleg staða meina ég, helstu raskanirnar og geðrænan vanda og orsakir og hvað til ráða. Og þarna og ég ekki að koma með eitthvað sem að verður algjörlega tæmandi og við þurfum ekki að pæla eitthvað meira, heldur þetta líka pæling. Og það sem ég hef svona leitað eftir til þess að setja inn í umfjöllun. En Bahá'u'lláh sagði, sem eru alveg 150 ár síðan, sjáið hvernig ný ógæfa dynur yfir heiminn á degi hverjum. Hrellingar hans aukast stöðugt. Frá þeirri stund súra til ræðis var opinberuð og allt til þessa dags hefur hvorki heimurinn öðlast ró né hjörtu þjóðanna fundið frið. Eitt sinn var hann í uppnámi vegna deilna og sundurlyndis, öðru sinni í krampatægjum styrjaldar, fórnarlamb þrálátra sjúkdóma, sjúkleiki hans nálgast stig fullkomins vonleysis, dust undiróðu skyggir á hjörtu mannanna og blindar augu þeirra. Erum við ekki svolítið sammála því? Þau eru mjút. Já, þau eru mjút, já. Þið getið ekki svarað. Áfram sagði Bahá'u'lláh, við skynjum glöggt hvernig miklar og ómældar hörmungar steðja öllu mannkyni. Við sjáum þá tærast upp á sjúkrabeði sínum, þjakað og vonsvikið. Þeir sem hafa ölvað sig, drambi, koma á milli þess og hins himneska, óskeikula græðara. Sjáið hvernig þeir hafa flekt alla menn og sjálfa sig líka í net vélráða sinna. Þeir geta hvorki greint orsakir sjúkdómsins né hafa nokkra þekkingu á lífinu, hið beina til að þeir borgið og vin sinn fjandmann. Pæling mín skiptist í tvo þætti. Það andleg líðan sem að stendur fyrir svo margt og síðan umhverfið. Ég ætla að byrja á því að í minni umfjöllun að segja frá rannsókn sem hefur verið endurtekin nokkru sinni hérna á Íslandi, sem samvinna landlæknisembættisins, háskóla, vinnueftirlitsins, Krabbameinsfélags Íslands og fleiri aðila. Og það sem ég að segja ykkur frá sem sagt niðurstöður einstaklinga á aldrinum 18-24 ára og þau voru spurð andlega heilsu sína, hvort hún væri, og það sem þeir sem sagði hún væri sæmilega léleg voru árið 2007 tæp 17%, en árið 2016 voru þau rúm 36%. Þannig að það alveg tvöföldun á verri líðan hjá ungu fólki á þessu tímabili. Það var helst aukin kvíði og þunglyndi, sem sagt 2009 frá 2007 meðal stúlkna og einnig aukið þunglyndi meðal stúlkna frá 2009 til 2015 og á þeim tíma þá nær fjórfaldast kvíði. En þarna, mann finnst nú ekkert gaman að sjá svo tölur en þetta staðreyndin og eins hefur
skráðum samskiptum á heilsugæslu aukist, bæði komur og símtól og vitjanir og þarna aðalega var það vegna kvíða og samskiptunum fjölgaði mjög mikið milli 11 og 15 og einnig innlögnum og deildir. Og einnig lyfjanotkun þunglyndislyfja og sem hefur nú verið í umfjöllun á Íslandi í þó nokkur ár að við séum að setja meti í þunglyndislyfjanotkun. Ég bara veit ekki hvernig stendur á því sko. Hvort það að því að fólk frekar að leita aðstoðar hérna eða ég veit ekki, eða meira að láta vita af sinni vanlíðan, menn að það svo sem ekki alveg útilokað. En þarna á árunum 11 til 16 þá jukust dagskammtar frá 45 upp í 73 á hverja 1000 íbúa. Í Danmörku hlutfallið 31 á móti 1000, Svíþjóð 53 og Noregi 30. Þannig að við erum að setja met þarna því miður. En ok, það getur vel verið þessi skýring á þessu sem að það ekki víst að sé verri líðan á Íslandi heldur en hinum Norðurlöndunum sko. En hver vandi ungmenna? Það er talað að 4% barna á grunnskólastigi glími við líkamlegan og andlegan langvinnan sjúkdóm eða röskun. Og hérna ein rannsókn frá 2017 sem sýndi að 5-9% barna á unglingsaldri takast á við alvarlegan tilfinningu og hegðunarvanda sem hefur áhrif á skólagöngu. Helmingur einstaklinga með langvarandi geðrænvanda byrjar 14 ára, þannig að það virðist, vandinn virðist halda áfram eða þá að fólk ekki að fá nægjanlega hjálp. Yfirleitt þá gengur börnum og ungmennum með geðrænvanda verið í skóla sem að svo sem getur sagt sér sjálfur. Ef að vandi byrja fyrir 6 ára aldur getur það haft áhrif á tilfinningalegan, hugrænan og líkamlegan þroska. Forvarnir og snemmgreining á börnum eða ungmennum minnkar hættu á geðsjúkdómum á fullorðinsaldri. Þarna komum við að þarna mikilvægi heilsugæslu. Og ef börn með geðrænvanda fá meðferð, það gengur betur hvar sem bæði í skóla og heima. En helstu greiningarnar eru þessar sem ég með hérna á glærunni og algengastur kvíði og þunglyndi og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin telur að nærri 1 af 3 13 til 18 ára barn eru kvíði. Og það hafi orðið aukning milli 2007 og 12 20% sem svipað á tölu hér og jafnvel reyndar aðeins meira hérna sko, með þessu tölu sem vorum að fara í gegn áðan. En einnig tala að 14% barna eigi þunglyndistímabil fyrir 15 ára aldur sem náttúrulega ansi stór hópur og þau eru unga á þessum tíma. Og það líka oft að fari varlega greiningar á börnum og unglingum yfir höfuð sko. Og þunglyndi oft undanfari sjálfsvígs. ADHD algengt og það svona 6-7% barna með ADHD svona á heimsvísu. Og ég með tölur hérna frá Breitlandi sem sína aukningu frá 98 til 2009 frá 7% til tæp 10%. Og hegðunarröskun oft samfara kvíði og þunglyndis og einnig ADHD. Og það talað sko, að þau sem með hegðunarröskun 1/3 af þeim með ADHD og 1/5 með þunglyndi og þarna hátt í 50% þrói andfélagslega hegðun. Einnig átröskun algeng í raun og veru og þarna ég með tölur hérna frá Danmörku sem sýndu aukningu á anorexíu milli 95 og 2000 frá 6 upp í 12%. Og það til tölur sem eru eiginlega einu svona algengi tölurnar á Íslandi átröskun sem sýndu að þarna sem voru gerðar á unglingum í framhaldsskólum sem sýndu nú að 15% stúlkna væru með átröskun og einkenni en það er svo sem ekkert allir sem að þróa sko sjúkdómi þó þau fái sem sagt ykkur einkenni. Ert þú að spyrja orðið, Heiður? Má ég bara spyrja hvað hegðunarröskun?
Hegðunarröskun. Já, Já. hvers konar röskun er það? Sko, ég vil gjarnan segja það, en það ég kem að því eftir. Ok, ekkert bara. Já. Þá kannski bara fara í gegnum þennan vanda sem tengdur þessum greiningum, að kvíði, hann einkennist af ýktum áhyggjum, ótta, eirðarleysi, pirringi, skort á einbeitingu, svefnvanda og svo líkamlegum einkenni eins og örri öndun og hröðum hjartslátti. Og en langvarandi kvíði getur leitt til alvarlegri vanda, bæði til þunglyndis, fíknisjúkdóms, sjálfsvígs og fleiri. Og einnig fylgir kvíða líkamleg einkenni, höfuðverkur, langvarandi verki og fleira. Kvíði hjá börnum getur orðið til lífstíðar, því miður, og hann hefur oft forspárgildi geðrunarvanda á unglingsaldri. Hátt í 60% barna með ADHD hafa kvíða og þunglyndi líka. Og algengast aðskilnaðarkvíði hjá börnum á þeim aldri aðskilnað frá foreldrum eða heimili og getur þróast í ofsakvíða bæði unglingsaldri og fullorðinsaldri. En þunglyndi einkennist af erfiðleikum við einbeitingu, þyngdartapi, þyngdaraukningu, svefnarfleikum, orkuleysi finnst að vera einskis virði og sjálfsöksunum og fleiru og einnig líkamlegum einkennum, forðast skóla eða mæta vera í skóla og taka þátt vera í námi og það er líka pirringur og reiði og áhugaleysi vini. ADHD er taugaröskun og oft fylgir slæg þátttaka í skólastarfi, bæði mæting og vinnusemi í námi. Og geta þróa alvarlegan tilfinningavanda og árásargirni og yfirleitt byrjar ADHD á unga aldri og þróast. Getur orðið meiri einkenni á unglingsaldri, það er oft þannig, ekki þá hjá öllum. En umhverfi hefur mikið að segja hvernig ADHD einkenni þróast, bæði foreldrar og aðrir í umhverfi barnsins geta haft áhrif til góðs. Og það eru margir sem eru með ADHD sem þróast út í fíkniefnavanda. Og átröskun skiptist í anorexíu og búlimíu og það er erfiðleika við það að ná upp þyngd þegar fólk hefur lést of mikið og skortur á innsæi og þrá ekki tengt mat og útliti. Og fylgir yfirleitt kvíði og þunglyndi og þeir sem eru með búlimíu taka átköst og síðan reyna að losa við matinn á einhvern hátt. Og það fylgir líka átröskunum heilmikil líkamleg einkenni, svimi, lágur blóðþrýstingur, hægur púls, jafnvel 30 eitthvað í púls, tíðarstopp og fleira. Hegðunarröskun er alvarlegur viðvarandi hegðunarvandi og andfélagsleg hegðun. Ekki kortveggja endilega heldur að sé allavega viðvarandi hegðunarvandi. Hann getur verið partur af vanda hjá börnum með geðrunarvanda og oft fylgir líka einhvers konar hegðunarvandi. Getur byrjað sem mótþrói, árásargirni og orðið viðvarandi. En að tala um helmingu þeirra sem eru með alvarlegan hegðunarvanda fái geðrunarvanda á fullorðinsaldri. Og stór hluti þrói vandan yfir í andfélagslega hegðun líka á fullorðinsaldri. En skýring á þessum aukna vanda meðal ungmenna? Ég er með hérna upplýsingar frá ameríska barnalæknafélaginu sem tala um 3 þætti. Einn aukna væntingar og pressa sem ungmenni upplifa. Og samanborið við fyrri kynslóðir. Þannig að það má segja náttúrulega að ungmenni í dag, svo borið saman við þá eins og mína kynslóð, sem þá að upplifa meiri pressu heldur en, ef við bara setjum þetta svona aðeins í samhengi dagsins núna,
Og við vitum það að það hafa orðið mikla breytingar. Ég meina það er aukin menntun, það er alveg klárt að unga fólkið er meira að mennta sig heldur en var fyrir 30 árum og ungt fólk er jafnvel að stofna fjölskyldu, það er að kaupa sér húsnæði og það er að vinna jafnvel með námi og svo geta verið baráttunni stöður að samanburði við aðra. Könnun á háskólanemendum sem hefur verið gerð hérna á nokkrum tímapunktum hvort þau fyndist verkefni sem þau þyrfti að standa, sem þau staðið frammi fyrir var yfirþyrmandi, að þá var það árið 85 18% en 2016 41%. Þannig að það segir svolítið líka sko. En ég var að kíkja núna bara í vikunni eða fyrir stuttu á tölur í Háskóla Íslands, svona fjölda eftir deildum og útskriftir með við gráður og svo framvegis. Og það sem mér fannst vera áberandi var að kvenfólk, konur, eru svo miklu meirihluta í flestum greinum. Og við erum að tala kannski 35% á móti 65% konur. Og konurnar eru jafnvel með sko, það er oftar að konurnar finna fyrir álag út af heimilistörfum heldur en karlmenn, það er íslensk rannsókn hefur sýnt það til dæmis. En mér finnst þetta bara svona að setja þetta í samhengi að það er kannski eitthvað sem þarf að skoða þarna og auðvitað er þetta líka samfélagslegt. Annar þáttur sem að Barnalæknafélagið talar eru hættur og ógn í umhverfinu sem hafa áhrif og það eru árásir hryðjuverkahópa. Við vitum að það er hér og þar einstaka sinnum og valdabarátta milli þjóða, milli stjórnmálaflokka og hvaðina og stríðsátök. Undanfarin ár hefur umhverfisváin verið að aukast og svo er COVID búin að vera núna í ár. Og það er mjög auðvelt fyrir fólk, náttúrulega á öllum aldri, að fá fréttur ástand heimsins á netinu. Og þarna sem að geta aukið ótta og ógnað öryggi. Því þetta er allt á netinu í dag, þannig að við vitum miklu meira hvað er í gangi í heiminum heldur en var fyrir 20 og 30 árum. Og svo er það þriðji þátturinn, það eru netmiðlar sem að þeir taka til. Og börn og ungmenni, sko málið er að börn og ungmenni eru alltaf nettengd. Þau eru með síma og þau eru alltaf tengd bara þess vegna að geta alltaf fylgst með öllu. Og spurningum þroska þeirra til að meta hvað er heppilegt fyrir þau og svo gerist margt á netinu sem er líka neikvætt sko. Og en þau tala líka að sjálfsmat og viðmið í netheimi tengist viðbrögðum á netskrifum. Og á netskrifum komum fram viðhorf, það getur verið útlit og hreyfing og það bara skoðanir, það getur líka verið einelti og svo framvegis. Þannig að þau eru með svo stóran hóp sem þau eru þátttakendur í að spegla sjálfan sig. Og síðan bara segja þau að það sé alveg útilokað fyrir ungmenni að bera ekki líf sitt eða félagstengsl saman við viðhorf annar á netmiðlum. Og miðlarnir eru farnir að hafa svolítið vægi núna. Ég hef verið að kynna mér núna, ég svo sem vita, þegar ég var að vinna á Bökla, þá var þetta svolítið í umræðu með okkar fagmanna að hvað netið hefur haft áhrif sko, á geðræna líðan ungmenna. Og ég meina þarna eru þessi hópur barnalækna segi að þarna nefna það sem einn af 3 þáttunum. Og ég ætla nú svona bara að vitna hérna í nokkrar rannsóknir sem hafa skoðað sem sagt breytingar sem hafa orðið sem sagt við skjánotkun. Og það er aukin svefnlyfjanotkun, það er offita barna og unglinga, lækkuð greindarvísitala, versnandi námsárangur, auknir álagsverkir, vaxandi netávani og nýgengi krabbameina. Og einn fremur þarna hefur verið skoðað hérna notkun á neti meir en 4 klukkutíma á dag hjá börnum 10 til 12 ára.
og þar kom fram depurð og áhugaleysi, minnkuð matarlyst, einmanaleiki, grátgirni, svefnærleikar. Og tvær rannsóknir í viðbót sem sýndu að þráðlaus örbylgju geislun gæti valdið krabbameini og DNA skemmdum og eins að einkenni skjánotkunar væri þau sömu og notkun amfetamíns sem eyrnaleysi, styttri þráður, svefnvandi, minnkuð matarlyst og svo framvegis. En ég ætla bara að vitna hérna í Albert Einstein þar sem hann sagði: ég óttast daginn þegar tækni yfirtekur mannleg samskipti. Mannkyn mun fá kynslóð hálfvita. En hérna aðeins til viðmiðunar hvað við eigum að ráðleggja börnum og ungmennum notkun skjátíma. Og þetta frá amerísku barnalæknasamtökunum og svo þessi hérna viðmið sem ég er búin að setja upp í töflu notuð á Akureyri. Það var bara stórt seminar sem var haldið þar og þetta var í rauninni niðurstaða sem fólki vildi sjá í viðmiðum fyrir börn og ungmenni. Og það svipað nota hérna í bænum. En þetta var svo skýrt sem ég fann hérna hjá Ragnari Hólm. En sem sagt, börn innan við 2 ára eiga ekki að vera á skjá, fyrir að fyrsta. 69 ára, leikskólaaldri 60 mínútur á dag með nærveruforeldra og þetta náttúrulega bara að sjá þetta hérna, það heldur meira eftir sem þau eldast og við erum að tala 1,5 tíma fyrir eldri börn þarna og síðan 10-12 í 2 tíma og svo upp í 15 ára 3 tíma og svo þau sem eru 16 upp eiga ekki vera lengur en 4 tíma og taka 2 skjálausa daga í mánuði. Og auðvitað náttúrulega á þetta við alla, þannig að maður þarf nú kannski bara að taka þetta til sín líka. En hvað getum við gert til þess að svona styrkja ungmennin? Og ég hef sett hérna saman punkta sem að gæti verið hjálplegir til þess að auka sjálfstraust hjá þeim. Og það að skoða með þeim eigin væntingar og heyra þeirra viðhorf, hæla, þetta bara svona sem þið vitið, það að hlusta á athygli og hvetja þeim til þess að tjá tilfinningar, sýna þeim áhuga og það sem líka fyrir utan heimilið og þarna kynnast vinum þeirra og efla ábyrga ákvarðanatöku og bera virðingu fyrir þeim og vænta líka gagnkvæmar virðingar. Hérna eru þættir sem geta aukið bjargráð og eflt þroska, hætta því sem veldur álagi og þá erum við að tala þá sem að glíma við vanda. Að þarna börn og ungmenni eru oft í svo mörgu og það má alveg taka eitthvað út á þess að valdi skaða eða að fresta einhverju og útbúa aðstæður sem eru viðráðanlegar, endurmeta aðstæður og viðurkenna það sem jákvætt og þarna neikvætt í daglegu lífi og þarna, já, og vinna að mestu mögulegum aðlögunum öryggis. Ungmenni náttúrulega gangi gegnum þroskastig frá því að vera barn og síðan að vera fullorðin sem eins og þarna eins og samskipti við bæði kyn og sitt eigið kynhlutverk og þarna undirbúning hjónabands og framtíðarstarfi og eins að meta viðhorf og siðferðisviðmið í hegðun sem líka mjög mikilvægt. En það sem að hjálpar þeim sjálfum þeirra eigin persónuleiki, reynsla, umhverfi og umhverfi sem hafa áhrif á þau og þarna ákveðið sjálfstæði, útiloka sér frá aðstæðum og þarna þeirra eigin ákveðni, tilfinningalæsi, vinskapur, geðsla og fleira og líka að foreldrar sínu umhyggju. Hérna ég með 3 tegundir af foreldrum og ég ætla bara svona aðeins að stikla stóru varðandi valdaforeldra og lýðræðislega foreldra. Valdaforeldrar þeir eru meira að stýra og móta einstaklingin eins og þau vilja hafa hann og þarna vilja láta unglinginn hlýða og oft tekið frá þeim þá sjálfstæðisviðleitnin. En aftur á móti lýðræðisforeldrar líta svo á að þeirra eigin viðhorf ekki endilega þau réttu og vinna meira með unglingi
og eru að styðja þá og auka sjálfstæði og eru hvetjandi og skora ungling. Síðan er nokkrir þættir sem að ég hef tekið saman að halda jafnvægi í lífinu sem á við okkur öll í raun og veru. Grunnþættirnir eru svefn, nægjanlegur svefn, reglulegur svefn, mataræði, bæði reglulegt og nægjanlegt, vinatengsl og rækta vinatengsl, hreyfing, skóli, vinna, hlusta á eigin tilfinningar, segja frá því jákvæða og neikvæða, hafa einhvern að tala við, leita hjálpar hjá fagaðila ef að þarf og meta það sem maður les á netinu eftir eigin skynsemi, passa upp á álag og hlúa að áhugamálum og eiga reglulega samverustundir með fólki, fjölskyldu og vinum. En þá ætla ég svona að vitna aftur í trúna og hérna er ég með bréf frá Alþjóðsréttarins frá 2001. Þetta er óendurskoðuð þýðing sem ég gerði og það sem að Alþjóðsréttur vitnar í vörð trúarinnar, Sjóki Effendi, en þá segir bréfinu, viðmiðið sem vörður trúarinnar setti eiga við allt Bahaí samfélagi, bæði samfélagslíf og líf einstaklinganna. Hins vegar hafa þau sérstaka skírskotana til Bahaí ungmenna, en þau eru blessuð með öfundsverðum kostum, mikillar orku, sveigjanleika, huga og að stórum hluta frjáls til ferða. Heimurinn sem Bahaí ungmenni erfa samanstendur af að deiling menntunar, efnahagur og önnur tækifæri er umtalsvert óréttlátt skipt. Bahaí ungmenni mega ekki láta slíkt hindra sig eða verða óttaslegin. Áskorandi þeirra eru að skilja hinar raunverulegu aðstæður mannkyns og byggja upp meðal þeirra langvarandi andlega tengingu sem frelsar þau ekki eingöngu frá kynþátta og þjóðaraðskilnaði, heldur einnig frá ferlum félags- og efnislegra þátta sem mun gagnast þeim í að öðlast ríkulegt traust sem þeim er ætlað. Nokkrir punktar frá Abdu'l-Baha varðandi það að leita í trúna eftir styrk og hjálp. Þetta er líka svona óendurskoðuð þýðing frá mér, en Abdu'l-Baha sagði, byttu fyrir styrk, þú munt öðlast hann alveg óháð hversu miklu erfiðleikarnir eða þungar aðstæðurnar eru. Hamingja er mikil lækning þeim sem eru veikir. Og áfram frá Abdu'l-Baha, eingöngu ef sálin er grædd, er gagnslaust að græða líkamann. Allt er í höndum Guðs og án hans er heilsu okkar ábótavant. Ef veikindi eru líkamleg þarf efnisleg meðul, en ef þau eru sálræn þarf andleg meðul. Ef veikindi orsakast af þrengingum, ótta eða áföllum er árangursríkara að græða með andlegum heldur en með efnislegum meðulum. Og tvær ritningar hérna lokum frá Baha'u'llah. Samlendið fylgjendum allra trúarbragða í anda vináttu og bræðralags. Með opinberun þessara orða hefur undirrót, óvináttu, sundrungar og misklíðar milli mannanna barna verið numin á brott og að engu gerð. Þau hafa verið send niður frá himni vilja Guðs sem áhrifaríkasta meðalið fyrir uppræðslu mannkynsins og í þeim tilgangi að göfga verundarheim og upphefja hugi og sálir mannanna. Þetta er dagurinn þegar hafdjúp náðar Guðs hefur verið opinberuð mönnunum og sól ástofur hans og gæsku vafi þá geislum sínum. Dagurinn þegar ský gjafmildi hans hafa yfirskyggt allt mannkynið. Nú er tími til þess komin að hressa og endurnæra hina döpru með styrkjandi andvara ástar og bræðralags og lifandi vatni, vináttu og umburðarlyndis. Og þá þakka ég fyrir áheyrnina. Já, þakka ég kærlega fyrir, Margrét. Nú ef þessum fyrirlestri lokið, þá er alveg tilvalið að bjóða upp á umræður. Margrét, þú viltu kannski taka þig af sér núna? Já, ég skal gera það. Hvað fyrir? Já, eru þá
þá megið þið öll taka, já ef þið viljið sem sagt leggja eitthvað til máluna, taka þá af mute-takkan. Þarna kom nú ýmislegt spennandi fram, þannig að hljóta einhverju að vilja tjá sig eitthvað þetta, þennan góða erindi. Einhver? Ég get kannski byrjað. Þegar við talaðum skjánotkun hjá ungu fólki, ertu þá sérstaklega að meina skjánotkun sem tengist félagsmiðlum eða er það bara skiptir ekki máli hvað unga fólki eða börn eru að gera á internetinu, eða í tölvunni, er það bara að vera fyrir framan tölvu eða síman eða eitthvað? Já, sko, við erum að tala þarna börn og unglinga og þau eru að þroskast að öllu leyti á þessum árum og heilinn líka, þannig að það er hann sem verður fyrir svolítum áhrifum og það er það sem að þessar rannsóknir ganga svolítið út á að meta áhrif þess og það er verið að tala bara skjánotkun, þá eru í raun og veru alla skjánotkun. Ok, þannig að það gæti verið skilurðu að skrifa ritgerð fyrir skólan líka. Ég vil pæla hvort það sé meira skjánotkun sem tengist félagsmiðlum, það talið sem kannski sérstaklega neikvætt við það, eða það bara að vera föst fyrir framan skjá frekar en að vera í íþróttum eða hitta fólk eða? Sko, það er verið að tala skjánotkun en svo vitum við auðvitað að skjánotkun sem að gengur út á annað heldur en að gera verkefni fyrir skólan annars eðlis. Og þarna það að vera kannski að ferðast svolítið netið bara svona svona, það er svolítið annað, en auðvitað það er bara margt sem í skjánotkun, það er auðvitað, svo bara líka skjánotkun jákvæð, hún ekki bara neikvæð, hún er neikvæð ef það er mikil, ef hún er ofnótt, ef hún er notuð of mikið, það eru leikir sem geta verið þroskandi, það eru samskipti á netinu, það er fræðsluefni, þannig að það er mjög margt á netinu sem er jákvætt. Ég var einmitt að hugsa þetta með skjánotkun sko, því að ég tengist fyrst og fremst sko, mjög ungum börnum í mínu starfi og þar sko bara, það er fullt af til dæmis þroskandi verkefnum sem að þau geta sko dundað sér við í símanum eða tölvunni eða við skjáinn, en þessi takmarka skjánotkun tekur til þess líka. Bara það, og þetta hef ég séð svo markvert til dæmis þegar ég til dæmis verið í heimsókn þar sem að eru foreldrar með ung börn og þegar börnin eru með iPadinn eða fá síma foreldrar að lána til að vera fyrir framan þennan skjá, þá eru þau ekki í félagslegum samskiptum á meðan. Og það er þessi félagslegu samskipti einmitt á þessum fyrstu árum sem að svo mikilvægt. Og það í raun og veru, sko, ég bara, mér líður alltaf illa þegar ég sé þau. Ég var mér heimsókn fyrir á árinu, þar sem voru fjölskyldur með börn sem voru allt frá 2 ára og upp í 4, þau voru 4 kannski þau elstu, þau voru nokkur börn og þau voru sitt í hverju lagi á skjánum og ég leit svo á að foreldrarnir væru bara aðeins að kaupa sér frið til þess að börnin sko þau væru nú svona bara til friðs í þessu félagslega samkundu. En þarna erum við líka sviptaði tækifæri til þess að læra samskipti og læra hvað viðeigandi þegar það margt fólk saman komið. Og eins líka bara leika sér. Já, og leika sér. Það svo mikilvægt, sko. Já. Þetta öðruvísi leikur, þetta aðrar heilastöðvar sem að virkjast þegar þau eru fyrir framan skjáinn. Þó að það séu þroskandi
verkefni að para saman hvað eins á litið eða stærðir eða finna hugtök og para saman orð og mynd og eitthvað svoleiðis. En það bara þarf að gera það, já, það þessi takmarkaði skjátími sem nær til þess. En allavega ég glemdi nú bara að þakka fyrir þetta yfirlit Margrét, þetta svo áhugavert og þegar ég var að hlusta á þetta bara einhvern veginn sko þyngdi yfir mig eins og gerir oft. Þegar við heyrum hvað þetta ofboðslega flókin heimur og hvað flókið og miklar áskoranir, miklu meiri áskoranir að vaxa upp í þessu umhverfi í dag heldur en var og í flestum samfélögum sko. Svo náttúrulega til önnur samfélög þar sem ekki þetta flókna umhverfi. En það held ég að skipti mestu máli sko að huga að þessu strax frá upphafi þegar börnin lítil. Að hlúa að þeim tilfinningalega og takmarka þetta sem að getur spillt þessari jákvæðu þróun og taugaþroska. Já. Takk fyrir það. Valdi? Mér langar að þakka þér líka fyrir þessa samantekt, Margrét. Þetta mjög áhugavert og ég á eftir að fara yfir þetta aftur og aftur og vísa fólki á erindið. En það sem ég langaði til að spyrja það var það sem vakti sérstaka athygli mína, það þú talar að enga skjánotkun fyrir 2 ára aldur, sagðirðu það ekki? Hvað meira kom fram í sambandi við það? Hvaða neikvæðu óæskilega áhrif verða að hafa fyrir börnin á þessu mikilvæga þroskaferli þeirra? Sko, fyrstu 2 árin okkar í lífinu eru þau mikilvægastu. Og á þessum tíma þetta, sko, líkaminn að þroskast og þar með heilinn. Og það að vera, eins og, sko, ég tek undir það sem Sigríður Lóa að tala að þarna, það mjög sárt að sjá lítil börn með símann eða með eitthvað nettæki í höndunum og kannski að bíða á stoppistöðu, mamman líka á netinu sko. Af hverju ekki að spjalla við barnið sitt, en skiljiði, sko, málið bara að þetta hefur áhrif, það hefur áhrif, sko, ofmikil netnotkun hefur áhrif að þroska feril hjá börnum og unglingum, að því þau eru að þroskast til alveg fram yfir 20, sko, heilin okkur að þroskast og það eru meiri áhrif þá, heldur en síðan þegar að maður orðin fullvaxinn, sko, eða ég meina eftir 30 væntanlega, samt netnotkun getur líka verið of mikil fyrir fullorðin, en sko að barnið sitji með neti, sko það í rauninni að tala líka að barnið sé ekki með neti bara, sko, iPad eða hvað það svona nettæki, óáreitt, það fái bara að nota það. Sko, barn horfir á sjónvarpið á þessum aldri og það auðvitað líka oft, nú það bara netið, sko, þá það líka á að takmarka, þá heldur ekki að vera á mikið, skiljiði. Þannig að, sko, línurnar eru þessar, til 2 ára eiga þau bara ekkert að vera á netinu. Þau eiga ekkert að vera að leika sér á netinu, þau eru ung til þess. Og bara upp á líka að bara venda þennan þroska sem svo mikilvæg þessu 2 fyrstu ár. Já, það sem að mér langaði, sko, mér var svo áhugavert að vita hvort það væri komnar einhverja ákveðnar niðurstöður í sambandi við, sko, mögulega hömlun eða skaða á þeirri framvindu þroskans, líkamlega þroskans, þá ef við tökum andlega þroskan til hliðar, að því að í kringum 2006 og þar fyrir, með 2003 og 2006, að þá fæ ég mjög sterka upplifun það að okkur ber að vera mjög meðvituð og gætin gagnvart þeim óæskilegu áhrifum sem að hinar þráðlausu bylgjur geta haft á okkur, hvort sem að við erum lítillega stór. Og það sem að ég helst komst að niðurstöðu fyrir sjálfa mig í þessu samhengi var að það geti helst birtist í því að þar sem við erum viðkvæmust fyrir, þetta sé fjölbreytilegt á hvaða hátt það að trufla okkur eða hamla eða skaða, það sé út frá, það sé fer eftir í hvar erfðafræðilega, hvernig við erum samsett, hvar liggur sterkleika okkur og veikleiki. Þannig að mér fannst áhugavert að vita hvort það væri núna komnar í sem sagt einhverjar
niðurstöður rannsókna sem að segja til hvað það sem hvaða skaði það. Af því ég var vakin þarna mjög harkalega upp með þessa meðvitund. Og það var, ég vitnaði þarna í rannsóknir sem að sýna áhrif örbylgju, hvað heitir bara einhverja örbylgja á okkur, sem að þarna, eitt af því breyting á DNA og þarna krabbinn. Það hefur verið rannsakað, en ég ekki beint svona sérfræðingur í þessu, þannig að ég get ekki alveg svona kannski týnt af mér mikla upplýsingar það. En það hafa fundist breytingar. Gætirðu mögulega sent bara á mig mögulega link þar sem að væri hægt að fara lengra inn á þessar upplýsingar? Þar sem þú náðir í. Ég skal senda bara efni á eftir. Já. Já, ég skal bara senda þér efni, með efni. Já, það væri mjög áhugavert því að þetta búið að vera mitt áhugamál í fjölda mörg ár, sko. Mér fannst líka athyglisvert það sem að kemur fram þarna með það sem við erum að tala ungmenni, þá erum við náttúrulega að tala okkur líka með tímalengdina sem ættum að vera fyrir skjá, þannig að mér fannst þetta áhugaverð áskorun á það að vera meðvitaður það fyrir sjálfan mig, hversu langar eru loturnar mínar fyrir framan skjáinn hverju sinni. En svo líka, þarna þetta viðmiðið yfir sólarhringinn, það ekki verið að tala að það sé 4 tímar í einu og svo aftur, svo hlé. Já, þá þess heldur að vera meðvitaður yfir sólarhringinn, En sum okkur náttúrulega vinna fyrir framan skjá og þá hlýtur að teljast, en þetta bara en maður álíka standa upp frá skjánum reglulega. Já. En það einhvern veginn eins og þegar maður settur við skjárin virkar stundum þannig að þetta eins og tölvuleikur sem að þú ert alveg að. Þú ert að fara í eitthvað spennandi og þú ert alltaf alveg að, þannig að tíminn lengist í hjá óendanlega, auðvelt að týna 5 tímum fyrir framan skjáin á þess að standa upp. En bara enn og aftur, takk kærlega fyrir. Ég á eftir að kíkja bæði aftur á þetta og eins og ég sagði, vísa á þetta erindi og allt þetta, Sigurður, ég bara fagna þessu skrefi sem þú hefur stigið með því að opna þennan vettvang fyrir okkur öll. Og að því ég sé nú Heiði svo sjaldan að það bara alveg sérstakar kveðju til þín, gaman að sjá því í skjá. Ég ætla að taka mig aftur til hlérs að því ég að sinna mömmu hérna með þessu, en bara mátti til að koma aðeins inn. Takk bara enn og aftur öll sömur. Já. Já, við þakkum Baldur fyrir þetta. Fleiri spurningar, athugasemdir sem einhver vill koma með. Ég með eina spurningu sjálfur. Þú nefndir þarna, vitnar í Abdul Baha, það sem hann talar að andleg veikindi þarf að lækna með andlegum meðulum og líkamleg veikindi með líkamlegum. Nú veitum við að geðlæknar nota náttúrulega oft lyf til að lækna andlega kvilla. Hver svona þitt viðhorf til þessa hluta? Sumir andlegi kvillar gerast í höfði sem eru þá líffræðilega tengt og þá geta lyf hjálpað. Þannig að það ekki, þarna til dæmis hann að tala líka eins og áföll og þungbar reynsla og þess háttar. Það má segja að það sé þá frekar með andlegum meðlum og vissulega það notað í dag. Það þá verið að hjálpa fólki gegnum erfiða reynslu með samtali og meðferð. Svo að þetta alveg rétt sem Abdul Baha að segja. Stundum gagn af lyfjum og það ekki alltaf, og þó að fólk fái lyf við vanlíðan að þá þarf fólk líka að leggja sig fram að líða betur. Það þarf að vinna í því. Þannig að það svo sem ekki þannig að lyf geri allt.
Er þetta svar, Sigurður? Já, þakka fyrir alveg ágætis svar. Jæja, eru við einhverjum fleiri með? Ívar var að biðja orðið. Að spyrja Margréti, manni finnst okkur, ég hugsa oft það að í sambandi við skólakerfið og í uppeldi á börnum og svona, að eins og við erum að tala það sko, að barn má ekki vera nema ákveðin tíma í tölvunni, það má ekki vera þarna og það má ekki vera þarna, það er alltaf að vera að hugsa eitthvað fyrir það. Reyna frekar sko, í sambandi við skólakerfið og svona, að kenna einstaklingnum að þekkja sjálfa sig. Og þá myndi það koma raun og veru kannski betur þannig að viðkomandi þekkir sjálfa sig, í tengslu við sjálfa sig og þar með finnur að hann orðinn þreyttur eða eitthvað svona, þá hættir hann í tölvunni. En sko, hann reynir ekki alltaf að vera í einhverju gaman, heldur að reyna að, eins og með skólakerfið, að þá eins og þetta sé svona miðstýrt kerfi. Það eru allir látnir lesa dönsku og Íslandssögu, það er alveg sama hvort það er áhuga fyrir því ekki. Þú verður bara að fara í þetta til að ná prófi. Mér finnst þetta að vera voðaleg afturför í sambandi við tölvur og nútíma í sambandi við lærdóm, að við gerum ekkert í því að fara til, eins og Baha'u'lláh segir, að slípa demant hvers eins. Engin demantur eins, engin eins, við erum öll einstök. Þannig að skólakerfi og annað og sálfræði og félagsfræði og þessi kerfi öll eru þau að beina meira athyglina að því að einstaklingurinn fái að þekkja sjálfan sig. Sko, ég held nú að þarna kannski byrja því að tala það sem ást að nefna bara í lokin, þessi einstaklingshæfða nálgun sem bæði, svo ég best veit, í skólakerfinu og líka í heilbrigðiskerfinu. En svo þú ert að tala þarna að börn og ungmenni fái stýringu á hvað þau eru mikið á netinu. Sko, til dæmis núna hefur verið svolítið barátta það að krakkar séu ekki með síma í skólanum og séu þá ekki á netinu í skólanum. Ég meina, ef þau þurfa að vinna verkefni og það verið að bjóða upp á það í skólanum á netinu, þá það bara inn í námskráni eða sem sagt kennsluefninu. En þarna ástæðan fyrir því að það verið að stýra varðandi netnotkun þessi hætta sem að hlýst af því að vera að börnin of mikið á netinu. Það náttúrulega það sem að netnotkun fjallar og vörn við því sem að þarf að vinna í, sko. Og ég meina, mörg lönd eru farin að setja viðmið varðandi netnotkun á undan okkur, sko. Þannig að ég held líka að börn ekkert, sko, ég meina, ef þau eru frjáls í leik, þá geta þau fundið hvað verður leiðilegt eða hvað þau vilja gera annað, en á netinu þá festast þau svolítið við netið og það er eðli netsins að það kallar á athygli. Og þar liggja hætturnar og þau hafa ekki þroska fyrir seinna til þess að stýra því. Og eins líka bara meta hvað gott fyrir þau að vera á netinu. Því það er ógrynni af upplýsingum. Er ég að svara spurningunum? Ívar? Já, ég bara, sko, ég var svona að leita eftir, sko, að með uppeldi og svona að börnin, að þau, eins og því ég segi, sko, þau þekkja sjálfa sig, þau þekkja þreytuna sína og þau er svona kennt og sko, í samfélaginu eru við stanslaust með auglýsingar í útvarpi, auglýsingar í sjónvarpi, það er stanslaust verið að áreita þig með að kaupa eitthvað, gera eitthvað, fara eitthvað og það er sumt fólk sem hefur náð að þjálfa sig í því að þetta hefur ekki áhrif á það. Það hefur stundar sitt bara heilbrigða líf, hefur sín áhugamál, það veit hvar það vill vera
það stýrir því ekki neitt, en aðrir eru bara eins og, sko, þeir vita ekkert hvort þeir eru að kaupa, hvort þeir þurfa að kaupa eða hvað. Það er þetta sem að ég vil að börnin nái fljótt í frumbernsku að hafa þennan aga innra með sér. En ég þakka bara. Ég er alveg sammála því, Ívar, að börn þurfa að fá, sko, þau þurfa að þekkja sjálfan sig og maður líka, sko, þarf að leyfa þeim að njóta sín, þá náðu betur að þekkja sjálfan sig. En svo náttúrulega erum við foreldrarnir, þegar ég er náttúrulega bara fullorðin börn, börnin mín eru náttúrulega ekki neinn börn lengur, að þá maður ekki að, ég segi þegar börnin eru lítið, þá maður ekki að maður þarf að leiðbeina þeim og maður þarf líka stundum að hafa vit fyrir þeim. Af því þau hafa ekki þroska til að sko, þau þurfa á foreldrum að halda, það af því að við getum ekki bara setta út á guð og gaddinn, sko, og þau bjargi sér. Og þannig að þau þurfa okkur að halda varandi leiðbeiningar og þarna ákveðna stýringu í rétta átt, en á jákvæðan hátt, að gera á jákvæðan hátt og þarna, já, og að barnið njóti sín. Já, ég þakka fyrir það, Margrét, en sko, já, þetta er náttúrulega, það er voru langt að fara út í þetta, en bara svona, þú veist, að koma fram við börnin eins og þau séu einstaklingar. Við erum ekki að ráða yfir með eitthvað að stjórna eða stýra eða fara eftir okkar hugmyndum, heldur hvað vilt þú, hvernig finnst þér og eitthvað svona, spurja þau það, þannig að þau finni að þau eru skilurðu, einstaklingar og þau hafa rétt. Já. Og ábyrgð líka. Já, þá spurning hvort að við förum kannski að slá botn í þetta. Því ég var nú að hugsa þetta með, þú sagðir að þetta vera 2 tíma fyrir fullorðna, er það ekki? Við erum hérna á netinu, sko. Nei, byrju við 2 tímar, það eru 4 tímar á dag, maður er búinn að vera alltaf lengi á netinu, sko. Það er 4 tímar fyrir 1 dag, sko. Já. Og þarna, en við þurfum að taka okkur aftur á móti 2 daga í mánuði í hlé frá netinu. Já, það er nú erfitt fyrir suma, ekki? Ég veit ekki hvernig ég myndi lifa það. Jæja, en eru fleiri spurningar? Eða eigum við að segja þetta gott? Ég veit alveg hvernig þú gæti lifað af. Þú verður bara að koma með mér á Hornstrandir á sumrin, sko. Þá erum við í heila viku án tenginga og ég bið fólk að slökkva, sko, það var lengi vel ekki símsamband, en á ákveðnum stöðum þá dettur inn símsamband og það bara drepur stemningun ef allt í einu hringir sími. Þannig bara reyna að nota það bara í neyð, en þetta er þvílík hvíld fyrir hugan. Og svo er ég alveg viss það bara að svona aðstæður, þær ýta undir, sko, sköpun og ég fæ alltaf fullt af nýjum hugmyndum og já, hvíla hugan, bara gott á allan hátt. Þannig ég mæli með þessu að taka nokkra daga allavega í mánuði netfría. Já. Skemmtilegt að heyra þig segja þetta, Sigga Lóa, því að þetta var nákvæmlega það sem kom í huga minn þegar að segja þetta. Bara það verður gaman að heyra af því Sigurður minn, þegar þú tekur áskorun, Sigga Lóa. En bara enn og aftur, takk. Já. Það er nefnilega það. Já, það er líka stundum þarf að ala upp börnin þegar hún er fullorðin, greinilega. Jæja, en eigum við þá ekki að segja þetta, þessi orðið gott í bili. Já. Svo við getum fara að horfa á sjónvarpið eða fara á netið. En ég þakka kærlega fyrir, þakka þig, Dr. Margrét Gísladóttir, þakka þér kærlega fyrir þitt erindi og ykkur fyrir umræðurnar og kveð ykkur á sinni og við hittast á vonandi næstu helgi, en þá er hann Jón Börkur með
erindi.